Komið sæl og velkomin að græna borðinu. Ég heiti Páll Ásgeir Ásgeirsson og er einn af umsjónarmönnum þessa þáttar sem nýlega hóf göngu sína og dagskrá samstöðarinnar. Við græna borðið í dag sitja ásamt mér Arnar Pálsson sem er doktor í erfðafræði laxfiska, Jón Kaldal sem hefur tekið mjög virkan þátt í umræðu sjókvíaeldi undanfarnar vikur og mánuði og Gylfi Ólafsson, formaður bæjarráðs Ísafjarðarbæ, ekki satt? Akkurat. Og sem er jafnframt varaþingmaður Viðreisnar, er ekki svo? Já, ég er nú þriðji varaþingmaður, þannig að það var algjör tilvíð að mér skólaði inn, okay. en gott og vel. En svo er ég formaður stjórnar Vestfjarðastofu sem er samtök sveitafélaga á svæðinu. Já, einmitt. Það er ástæðan fyrir því að þessir menn eru hér samankomnir er svo að umræðuefni dagsins er frumvarp sem að stendur til eða lög sem að stendur til að setja lagareldi á Íslandi sem á að taka utan laxeldi í sjókvíum meðal annars. Þessu frumvarpi hefur verið örlítið misvel tekið og menn skipa sér í fylkingar með því og móti og sennilega sanngjarnt að segja að háværustu mótmælin koma frá svona náttúruverndarsinnum og fulltrúum veiðiréttarhafa sem hafa áhyggjur af erfðablöndun. Og það er kannski best að byrja þar vegna þess að það þema og sú gagnrýni ég kannski ekki endilega á frumvarpið heldur á þessa starfsemi í heild sinni snýst dálítið mikið það að menn virðast hafa áhyggjur af því að villtur lax sé í hættu út af þessari starfsemi og að það sé erfðablöndun og það liggur beinast við að spyrja erfðafræðinginn hversu raunverulega er þessi hætta? Já, hún er raunverulega við horfum til Noregs að því að það sem að gerist í eldi að það var tekinn fiskur sem er ræktaður sérstaklega til þess að búi til stóran og fallegan fisk sem hraðast og best og sá fiskur er af norskum uppruna sem við erum að nota hérlendis og hann hefur verið ræktaður og er þá erfðafræðilega og lífeðlisfræðilega öðruvísi heldur en villtu íslensku laxfiskarnir. Síðan náttúrulega var hugmyndin með svona svæðisskipulagi fiskeldis í sjó við landið svo að nota svæði sem væru með lítið af náttúrulegum íslenskum laxfiskum eða allavega Atlantshafslaxi, þannig að Vestfirði og Austfirði, af því að allar stærstu laxveiðiárnar eru á öðrum svæðum landsins, þannig að það var hugmyndin, veit ég hvort það hafi verið upphafið þessar aldar eða síðustu þegar kortið var lagt niður, en þegar við horfum til annar landa þá sérstaklega Noregs að þá ef það er mjög mikið sjókvíaeldi og það sleppa mjög margir fiskar út, þá munu þeir fara og blandast við staðbundna stofna og síðan bara ferða eftir svona nokkrum þáttum hversu alvarlegar afleiðingar eru af því, þessari blöndun. Og kemur þá nýr lax í árnar eða annar lax? Hvað er það nákvæmlega svona á mannamáli sem gerist? Kannski best að hugsa þetta sem einhvers konar bara blöndun. Þetta er ennþá sama tegundin, en við erum að horfa á þá afbrigði innan tegundar, þannig að kannski við hugsa kýr. Íslenska kúin er kannski svona frekar lík því sem að upprunlegu gömlu kýrnar voru á steppunum fyrir 10.000 árum en síðan eru kúakyn í Evrópu sem eru tvisvar stærri og búið að rækta mjög mikið og allt öðruvísi í eðli og háttum og eiginleikum. Þannig að þetta er kannski ekki alveg svo ýktur munur en það er töluverður munur á norska eldislaxinum og íslenska laxastofnunum og þá blandast þeir saman að mismiklu leyti. Þannig að það eru ár í Noregi sem eru 100% hreinar, það er ennþá villtur lax þar og eðlilegi stofnar og allt í fínu standi og síðan er yfir í svæði þar sem að upprunalegi laxinn er horfinn, það er lax í ánni en það er bara afkomendur eldislaxa sem hafa þá bara tekið yfir stofnin og síðan eru til ár sem allt þar á milli. Þannig að getur verið 1% erfðablöndun upp í 50%, upp í 90%, bara hversu mikil blöndun hefur orðið á erfðasamsetningu þessara stofna. Og er það þá raunverulega hætta? Ertu í rauninni að segja að laxveiðiár eins og það er á Vestfjörðum sem eru mjög nálagt
eldinu að það megi búast við því að þetta gerist þar, bara spurningum hversu hratt. Já, menn það er umtalsverð hætta af því að við fáum slysasleppingar, það eru skráðar slíkar slysasleppingar og og það er svona, þetta er líka spurningun í jafnvægi svona í stærð stofna, þannig að hversu margir fiskar eru í kvíunum á móti hversu margir fiskar eru að fara upp í árnar og það er svona, við getum borið saman sko Hong Kong og Bolungarvík, þannig að ef við telum bara alla fiskana sem eru í kvíunum þá er bara margar milljónir einstaklinga meðan það eru kannski þúsundir eða kannski tugþúsundir kannski laxfiska laxa á Vestfjörðum eða Vesturlandi og Norðvesturlandi sem að væru svona innan seilingar innan blöndunar af því að þeir sem að sleppa þeir eru ekkert endilega fara í næsta fjörð eða geta farið yfir í Húnaþing eða Suðrum einnig. Þannig þetta er augljóslega raunveruleg hætta sem stafar frá þessari starfsemi. Já, hún er raunveruleg, já. Hitt atriði sem er best oft í tala, það er annars konar mengun frá þessari starfsemi. Ég hef einhvern pata því, Jón, að þú þekkir það eða hafi sett þið aðeins inn í það. Hvort að það er það mjög flókið mál? Er margþætt mengun sem að stafar frá sjókvíaeldi? Já, svo sannarlega. En mér langar að grípa upp þráðinn sem Arnar Slefton, því að nefndi kúakinn og að áfram með erðablönduna, að því að sá sem heimilaði að norski eldistofnin eru notaður í sjókvíaeldi á Íslandi heitir Guðjón Ákason. Og þið munið örugglega og þau sem hlusta ást Guðna á íslenska kúakynnu. Hann mátti ekki heyra á það minnst að það yrði fluttur inn erlendur stofn sem yrði nýttur til að blanda íslensku kunni og gera hana stærri. Þannig eru samt að tala húsdýr í báðu tilvikum. En í tilvikinu með norska eldislaxin í kvíunum, þá voru annars að tala húsdýr, tegund sem hefur verið gerða húsdýr í 15 kynslóðum, ræktaður þessi stofn, norski eldistofn, versus viltu dýri. Og að fá eiginleika húsdýrsins inn í erðamengi villtalaxins okkar beinlínis afleitt fyrir afkomu þess fisk sem verður til úr því, blendingarnar. Þannig að það er svona í þessu stóri munurinn. Og þegar Arnar nefndi líka Noreg, þá eru nú tæplega 70% vatnsfalla þar með villtu laxi orðnar með erðablönduðum laxi. Og Norðmenn hafa þessu skiljanlega mikla áhyggjur. Við erum eins og þeir í einkennilegu stöðu hér að Norðmenn þeir banna í sínu sjókvíaeldi eldisstofn af öðru kyni, öðrum uppruna en norskum. Það eru ríkar ástæður fyrir því að vera ekki með framandi stofn í eldinu sem getur blandast innlendastofnunum. Guðni Ákason á sínum tíma, held þetta að vera árið 2003, með einfaldri reglugerðarbreytingu heimilega að nota hennan norska stofn. Og það hefur verið margoft vakin athygli á því, það nefnt landbúnaðarins innanlands, hættunni, aukinni hættu, ekki bara hættu, auknum skaða af því að nota hennan stofn hér við land. En líka kemur þetta fram í átum með erðablöndunar og þeir sérfræðingar sem hafa rýnt það mat, þeir nefnum alltaf að það þurfi að gæta sérstaklega varúðar vegna þess að hér norskur stofn í kvíum. Og staðreyndin einfaldlega svo að við eigum ýmsar rannsóknir í Noregi hvað gerist þegar erðablöndun norsks eldislax við norskan villtastofn og það talað bara að geta þeirra að lifa við náttúrunni, rötur og annað, drægurinni, en það eru engar rannsóknir til. Við höfum engin gögn til að byggja á hvað þessi risaxna tilraun sem hófst 2014 af einhverju alvöru umfangi, þetta sjókvíaeldi við landið með norsku stofni með rekja aftur til 2007. Við vitum ekki hvað áhrif þetta mun hafa á íslensku stofnin. Og það er það sem við höfum alveg feikilegar áhyggjur af, að þetta hefur sýnt mikinn skaða í Noregi, en öllu líkindum verður skaðinn mun alvarlegri hér. Þannig að þessi mengun, hún er raunveruleg og hættuleg. Og hefur verið staðvist nú þegar í ám víðs fjarri eldisvæðunum fyrir vestan og austan.
Örstutt bara við erum að hleypa öðrum örstutt hinamenguna, spurningunni. Sko í sjókveldi þá fer allt sem fellur til í öll mengun, allt hérna skólp eins og þeir notuðu nú sjálfur orðið á sinni gömlu síðu, fiskeldistofa, allt skólp fer beint í sjóin. Og þar eru að tala skít frá fiskunum, fóðuleifar, en líka, þetta er lífræna mengunin. Líka fáum við hérna í hafið skordýraeitur og lyf sem notuð gegn laxalúsinni, sem hefur verið gríðarlegt vandamál í íslensku eldi. Það er óbúðslega magn af örplasti sem fer í hafið, að það er meira en allt sem er í tengt sjókveiðunum eru plasti. Netin, flot, hringirnir, fóður, rörin. Það eru margra kílómetra net af fóðurrörum sem kögglar með blásið út í kvíarnar, nokkuð svona sandblástur. Það er að skipta svo röra á cirka 2 ára fresti. Og svo eru ásætuvarnirnar sem komu veg fyrir að gróður og skeldir festi sér á næturnar. Það eru með koparoxiði. Með öðru orðum er þungmálmurinn kopar. Og þetta fellur til botns og veldur varalegri mengun. Þegar kopar leysist ekki upp í náttúrunni. Þetta er bara liggur fyrir og við vitum að það er að gerast og er bara ótrúlega mikið ágefni, ekki bara fyrir heilbrigði laxana sem í, heldur líka allt villta lífríkið innan fjarðanna. Gylfi, þetta hljómar svolítið eins og með sig að leika sér eða gera tilraunir í viðkvæmri náttúru. Ég gerir ráð fyrir að heimamenn hafi velt þessu dálítið fyrir sér áður en þeir ákváðu að hleypa þessari starfsemi heim í firðina. Eða hvað? Já, akkurat. Og það er nú þannig að allt sem að manneskjan gerir að mestu leyti við fæðuöflun og við búsetu, hún hefur einhver umhverfisáhrif og spurningin hefur verið hvort að umhverfisáhrifin séu hvort þess að lágmarka þau og halda áfram að lifa góðu lífi. Þessi 2 atriði sem þið hafið nefnt eru í þessum lagabókstaf kölluð annars vegar burðarþolsmat og hins vegar áhættumat erfðablöndunar og með þeim breytingu sem hafa verið gerðar og með þeirri þróun sem hefur átt sér stað í þessu að þá hafa verið fundna leiðir til þess að lágmarka áhættuna á hvoru tveggja. Ég meina, ég er ekki að gera lítið úr því sem Arnar nefnir þessa hættu á erfðablöndun og það er þess vegna sem að bæði í núgildandi regluverki og í þessu nýja frumvarpi verið að reyna að herða á þessu og passa að þetta hafi ekki ósættileg áhrif, að þessi hætta sé lágmörkuð. Og hvað var það burðarþoli að þá er þetta mælt líka og það eru sérfræðingar frá Hafrannsóknastofnun sem hafa reiknað þetta út hvað er ásættanlegt og hvað firðirnir þola og það er þá annars til dæmis fyrir Ísafjarðardjúp er burðarþolsmatið 30.000 tonn en vegna þess að það eru 2 laxveiðiár í botni Ísafjarðardjúps að þá hefur áhættumat erfðablöndunar verið talsvert lægra og það er þá látið vera bindandi af þessum 2 tölum. Það sem ég held að skipti kannski dálítið máli fyrir þessa umræðu er að skipti í tvennt, annars vegar hvort að þið viljið hætta öllu laxeldi í sjó eða hins vegar hvort að fólk er fylgjandi því að regluverki sem er frá 2008 hefur verið bætt að einhverju leyti en byggjar að mörgu leyti á úreltum hugmyndum áframeldi á þorski hvort að ég hætti sér yfir höfuð eða hvort að breyta núverandi lögum og ég held að við hljótum að vera allir sáttur það að núgildandi lög sé hægt að bæta og ég held að sé svona meir hluti fyrir því að nýju lögin séu betri og það er þess vegna sem að við viljum að þetta lagafrumvarp nái fram að ganga. Staðreyndin er að útflutningsverðmætin voru 2024 rúmlega 50 milljarðar. Skatttekjurnar fyrir ekki bara vestlískt samfélag heldur fyrir ríkið allt eru orðnar verulegar og umtalsverðar. Þessar sérstöku rannsóknir sem að þarf að fara í eru fjármagnaðar af eldisfyrirtækjunum sjálfum og ég held að þetta sé bara enn eitt dæmi það, þetta laxeldi sé enn eitt dæmi það hvernig við getum með vísindin og skynsemi af vopni búið til arðbærar útflutningsatvinnugreinar fyrir Ísland. Og
myndirðu með það svo að það væri breið samstaða þessu stefnu heim í héraði? Já, öll sveitarfélög sem hafa þetta vélað hafa verið samstíga þetta. Við höfum sett samfélagssáttmála, við höfum samþykkt strandsvæðaskipulag þar sem við til dæmis lokum á Jökulfirðina vegna þess að það þótti ekki vera, eða okkur þótti það ekki vera kannski að ásýndin ekkert byggt ból samræmdist því að vera með kvíar út í fjörðum og þannig að við höfum svona tekið dálítið valdið líka í því að setja þessu mörk. Við þekkjum það af gamalli reynslu við Vestfirðingar að ef við förum ekki varlega að þá fáum við að kenna á því og ég þá sérstaklega að vísa til rányrkjuna sem var á villtum fiskum í lok síðustu aldar, á 7. og 8. áratugnum. Og síldin. Og síldin, og hvalurinn, já, sem var ennþá fyrr. Ef við göngum á harta þessu að þá gengur þetta ekki upp og við fengum að kenna á því þegar að kvótakerfi var sett á og bæði heildarmagni var takmarkað og svo kvótakerfi með framsalinu olli búsifjum og þannig að við höfum litið á þetta sem svona víti til varnar og höfum verið að reyna að stíga skýr en hófsöm skref fram á við í lagseldinu. Við höfum tekið til dæmis stjórnina líka í móttöku á skemmtiferðaskipum þar sem við vorum fyrsta höfnin á landinu til þess að setja tölulegt hámark á fjölda farþega á dag til þess að tryggja þetta samfélagslega og umhverfislega þessa langtíma hugsun. Þetta hljómar svolítið eins og þið hafi tekið svona skýra afstöðu með hagsmuni náttúrunnar í huga og friðaði Jökulfirðina. Þú nefndir þarna skemmtiferðaskipin og mjög ríkur þáttur í atvinnulífinu á Vestfjörðum undanfarin ár hefur verið ferðaþjónustan. Já. Einn af stóru seglunum í því eru Eyjarnar í Ísafjarðardjúpi. En þar eru nú þegar komnar eldiskvíar. Ég vil kannski ekki nota orðalagið upp í fjöru en svona nálagt því. Voru það erfiðar samningaviðræður við þá sem eiga þessar eyjar? Íbúarnir í Vigur mótmæltu, já. En svo var strandsvæðaskipulagið samþykkt. Svo var strandsvæðaskipulagið samþykkt. Og það er reynt að dreifa þessu í djúpinu og þannig að það séu ákveðna smitvarnir í gangi og það sé ekki allt og þétt á hverjum stað til þess að fyrirni fái líka eins að þá er þetta að flytja eldi líka á milli fjarða og þá geta þeir hvílt á milli og þá er þetta að mæla og taka svo aftur upp þráðin. Er ekki þegar að þetta strandsvæðaskipulag var samþykkt, voru þá þegar komnar einhverjar kvíar inn í djúp? Já. Og það var ástæðan fyrir því að það var farið í strandsvæðaskipulag. Lengri sagan en þessi að bændur áttu 50 til 100 metra út frá sínu landi og það fyrir utan var ríkisins að skipuleggja. Ríkið átti allt sem var fyrir utan netalög, hvað var ekki 50-100 metrar. Og sveitarfélög höfðu ekkert þetta að segja. Svo byrjar laxeldinu að vaxa fiskur hrygg, bókstaflega, í upphafið þessarar aldar og sérstaklega þarna upp úr 2010 og þá sögðu sveitarfélögin stopp nú, við viljum fá að hafa eitthvað það að segja hvernig þessu málum háttað og það var búin til nýr lagabálkur, það var búin til nýtt bara kerfi sem að heiti strandsvæðaskipulag og það er þá með aðkomu ríkisins að sjálfsögðu, en þess að ríkið þetta er fyrir landið allt en það er þá sveitarfélögin þá með líka við borðið og það er búið að gera þetta fyrir Vestfjörð og Austfjörð og það er ekki tilviljun, það er vegna þess að þar voru laxeldis þar var laxeldi komið af stað og áformum stækkun og þetta var bara mjög skynsamleg leið til þess að takast á við þetta pólitíska spursmál sem að reyna að para saman sjónræn áhrif, hagsmuni ferðaþjónustunnar, hagsmuni laxeldisins, hagsmuni sveitarfélagana, hagsmuni ríkisins og svo framvegis og hagsmuni siglingaöryggis, raflína og svo framvegis. Þetta hljómar eins og mikil jafnvægislist en það er tilfellið það ekki að menn hafa nú stigið aðeins út fyrir strikið bæði hvað að því þú nefndir siglingaleiðir, það hafa lent kvíar í veg fyrir vitageisla. Ég var að lesa þessa athugasemdirnar við þetta strandsvæðaskipulag sem kom fram á sín tíma og þá hnaut ég óneitanlega gríðarlega harðorða umsókn frá eigendum Vigur sem að kvörtuðu undan því að þegar að kvíarnar voru settar niður
áður en að skipulagið tekur gildi, Já. að þau fullir að það hefði enginn talað við þau. Og þegar þú horfir áður en að strandsvæðaskipulagið var sett. Já. Það fyrir minn tíma í pólitíkinni, en ég held þess að það akkurat rammi inn ástæðuna fyrir því að strandsvæðaskipulagið var nauðsynlegt. En þetta hljómar ekki eins og yfirvöld sem að stunda einhverju sérstaka jamhæðislist. Og í ljósi þess hvað leiti meinarðu? Að setja svona starfsemi niður þetta nálægt þessum vinsæla áfangastað sem í rauninni að selja frægðans byggir á fjölbreyttu fuglalífi og fjölbreyttu dýralífi og kyrrð. Og Viktoríuhúsi og Millunni, þetta er náttúrulega yndislegt að koma hana. Já. En hún byggir náttúrulega líka á landbúnaði, sögu landbúnaðar í einni og mannvistarleifum af ýmsu tagi, mannvist og samlífi manns og hafs og samlífi manns og landbúnaðar. Þannig að fiskeldi ekkert alveg út úr kú í því samhengi að segja bara þetta er aðferð við að búa til verðmæti úr sjónum. Það var skjótað inn með að því strandsvæðaskipulagið er núna akkurat í tilumræðu. Þetta var náttúrulega lýsandi fyrir hvernig kerfið hefur beinlínis verið klæðskerasniðið eða hvernig fulltrúar kerfisins hafa klæðskerasniðið löggjöf og skipulag að þessum minnaði. Því meðal athugasemda við strandsvæðaskipulagið bæði fyrir austan og vestan sínum tíma sumarið 2023 það var bent á að nú þegar væru fjöldi kvía innan signilega, innan hvíts ljósgæsla vita, það voru full framin lögbrot í gangi fyrir austan og vestan. Og þetta var bent á þetta í mörgum fundum og það svolítið lýsandi að það eru fulltrúar seiðfinninga, Magnús Guðmundsson og Anna Dóra kona sem koma auga á þennan vankant í aðdraganda þess að skipulagið var samþykkt. Það bent á þetta og við heldum öll í baráttu, nú er þetta lagað. Nei, málið var klárað og samþykkt af þáverandi innviðaráðherra, Sigurður Inga, fráfarandi formanni Framsóknarflokksins og í kjölfarið var skipaður hópur mótvægisaðgerðir. Hugsið ykkur, þannig var að vera að brjóta lög í fjórðung landsins, hætta siglinguöryggi, skyggja á vita, en ráðuneytið bjó til hóp hvernig mætti láta halda áfram að brjóta lög og nú er komið fram frumvarp sem er á þá leið að sjókvíaeldisfyrirtækin mega setja upp siglingaljós á kvíar í staðinn. Þetta er dálítið eins og ykkur sé alltaf keyra rauðu og bara opinbera ákveði bara að leyfa honum og að leggja sjálfur til hvernig hann fái að halda áfram að keyra yfir á rauðu. Þannig að þetta strandsvæðaskipulag er svona hluti fyrir þessa stóru heild hvernig þetta kerfi opinbera hefur algjörlega sofið á verðunum. En ég veit að og nokkur aðeins sem langar að koma að betur á eftir með þessum Gylfi nefndi, en langar aðeins að halda okkur við náttúruna. Já. Að við verum með, eins og hefnir hafa arnarna hjá okkur og sín tíma með laxalús, þá helstu sérfræðingar Hafrannsóknastofnunar 2016 og meðan eldi var tiltölulega lítið umfangs og létu hafa eftir sér að laxalús yrði aldrei sama vandamál við íslensku sjókvíaeldi og annars staðar. Annað kom heldur betur á daginn og nú er búið að gefa út öll fyrir vestan leyfi, 75 leyfi fyrir notkun deltametrin sem algengasta skortreitur heims í kvíarnar og slæs sem er lyfjafóður sem er líka gegn laxalús. Þar af hugsið ykkur eru 30 bara í Arnarfirði, það sem eldið eiginlega byrjaði. Og þessi tvennt Arnar sem ég langar að spyrja þig af hverju heldur menn þetta er ekki vandamál og fyrir utan augljósan dýravelferðar vandan, að þetta er alveg skelfilegt fyrir eldistýrin, hvaða hætta er fyrir villta laxfiska og nú ekki bara tala laxin líka fyrir sjóbirting og sjóbleikjuna. Já, ágætis spekulasjón. Ég man eftir þessar umræðu með laxalúsina og ég satt einhverja fundi þar sem að
fólk bara áleitað firðirnir fyrir austan og vestan væru það kaldir að hún ætti ekki eftir að verða vandamál. Það var svona eiginlega grunnurinn að röksemdafærslunni að þolmörk laxalúsa væru bara það væru það lág og á vissum tímum árs væri svo mikill kuldi í fjörðunum okkar að hún myndi ekki eiga uppdráttar. En við svona töluðum aðeins það áðan að laxfiskarnir væru að þróast. Eldisstofninn þróaðist í okkar höndum og viltu fiskarnir þróast líka og laxalúsin hún þróast ennþá hraðar þegar hún með styttri kynslóðatíma. Þannig að greinilega var eitthvað vanmat í gangi bæði með mörkin og síðan ef þú ert með lífverur, nýlegasta dæmi er SARS-CoV-2 veiran sem hoppaði yfir í okkur og olli heimsfaraldri. Hún þróaðist bara gríðarlega hratt en það náttúrulega þegar hún getur fjölgað sér mörgum sinnum á mánuði með því að fara í gegnum fullt af fólki. En laxalúsin er svona svipun með mjög hraðan kynslóðatíma og hefur greinilega þróast eða bara verið með mörk sem voru aðeins lægri en við héldum. Þannig að hún getur blossað upp alveg eins og SARS-CoV-veiran fjölgaði sér mjög vel í verslunarhöllum eða austurískum skíðastöðum eða einhvers staðar sem safnað saman mikið af fólki í lokarými og þá eru náttúrulega fiskeldisker eru nákvæmlega þannig. Þau eru aftur, tölum Hong Kong, bara það sem fullt af fólki á litlum stað og allir þétt saman og þá náttúrulega magnast upp svona sýkingar. Og og þetta er náttúrulega vandamál fyrir dýrin sjálf sem við erum að ala upp og ég sem bóndastrákur náttúrulega þekki það að maður verður að sinna dýrunum sínum vel og gera sem best við þau. En það er náttúrulega laxalúsin, henni nokkuð sama hvaða laxfisk hún borðar. Þannig að hún getur kannski blómstrað, ef við getum sagt sem svo, í kerjum en síðan hoppað yfir á villta laxfiskar sem eru kannski bleikjur eða urriðar eða villtir laxar sem eru leiðin upp í eitthvað ánum í grennd við kvíarnar. Og þetta er eitthvað sem hefur sést í Noregi og annar staðar. En hefur það ekki líka verið vandamál í Noregi að laxalúsin byggja upp þol gagnvart þessum meðlum sem við notum gegn henni? Jú, þá kemur með þessi þróunarfærni hjá henni. Þannig að þetta er bara eins og gerist í mörgum öðrum gerðan landbúnaðar. Það verður til þol fyrir skordýraeitri, þol fyrir sveppaeitri, þol fyrir hinn og þessu. Og hún þá einmitt í Noregi þar sem hefur verið mikil lyfjanotkun yfir langan tíma, þá bara byggist upp þol og þá ertu komið svona eins og sýkla lyfja þolnar bakteríur, þá ertu komið með eiturefna þolnar laxalís. Og þá hafa menn gripið til aðgerða sem að felast í því að þvo eða háþrýstisbrauta fiskana í kvíunum, er það ekki? Jú, þeir eru að gera það og það sem náttúrulega hefur gerst komið laxalúsunar frá því að sérfræðingar innlendu hér töldu hún ekki vandamál. Þá var þróunin svo á 6 árum það bil að þeirra kenning var að hér var komið fram stökkbreytt afbrigði 2023 sem þyldi þennan kulda og það gerðist þarna sem munið hryllingin sem var hérna haustið 2023 þegar þurfti að farga óbáslega illa særðum eldislaxum fyrir vestan 1,8 miljón eldislaxa og bara til að setja svona eldspýðstokk við hliðina og þá eru allur íslenski viltistofnin 50.000 fiskar 1/4 úr sjókví þetta farga hana, það átti ekki lífsvon og svo illa skaðaðir og þá hafði lúsin lifað af á fiskinum allan veturinn á þess að fjölga sér sprakk svo út fyrst sumarið og svo fyrir alvöru mistur algjörlega tökina á sem haustið og staðreind er svo núna að lyfin hefur verið að hætta að framleiða nokkur af þessum helstu lúsalyfjum vegna þess að lúsin er orðin ónæm fyrir þeim og þá hafa sjókvíldsfyrirtækin annars verið að nota hrognkelsi sem éta lýsnar af fiskunum og tala sig vera í einhvers konar náttúruvænum aðgerðum þar. Hljómar vel. Staðreyndin svo okkur einasta hrognkelsi sem fer ofan í kvíarnar drefst. Þannig að í Noregi hafa það bil 60 miljón eldislaxar tæplega drepast á ári og vegna þess að þola ekki vistina. Annað eins og hrognkelsi drefst líka þessi þrælar í innanum þeim öllum kasta bálið. Þá að vera að nota líka hennan háþrýsti þvott og þá notar vatn sem í kringum 30 gráður
og þetta eins og að stinga okkur núna í sjóðandi vatn. Stór hluti laxanna, þetta fer ofboðslega illa í hann og þetta er ein megin orsök dauða í norsku sjókvíaldi þessi þvottur. Því þeir bara drepast í mjög hátt hlutfall eftir þvottin. Hvernig er farið að gera þetta á Íslandi? Að þú reyna að beita þessum háþrýstið þvott til að losna við laxalúsina? Já, þeir nota bað, sko. Það er það svona vassbað? Það er nú meira, það er nú svona nálega, það er svona milli 95 og 100% af, eða svona í kringu 96% af fiskinu sem að lifir af frá því að það er sett út og þangað til að það er komið í sláturhúsið. Þannig að mér finnst svona til dæmis í eldi Háafells, þannig að þetta er svona dálítið stór orð sem að hér eru notuð um að stór hluti er að drepist. Þessar tölur til á mælaborði sjókvíaldi, það er ekki þessi tala sko. Nei, en afföllin eru alls ekki eins mikil og þú lætur verða að láta hér. Þú bara getur flett upp Gylfi, 23% ári hafa verið undanfarið 2 ár sko. En það eru komin, það eru fjölþættar aðferðir sem er notaðar, eins og til dæmis Hrokkjelsi sem að hann vil halda fram að séu þrælar en fá nú líka fóður til viðbútar og eru synda þarna í kringum laxinni í kvinni og éta lísnar og fá svo fóður meðfram. Það eru notaðir leyserar sem eru sásökuleysir og ýmsar aðrar aðferðir eins og til dæmis þessi böð. Og það er alveg rétt að það var þarna þetta áfall þarna 23 í þessu og menn hafa lært af því. Það er að sjálfsögðu þannig að ef að laxeldisfyrirtækjunum tekst ekki að gera þetta með sómasamlegum hætti þá eru svo sjálf hætt. Og það er þess vegna sem að þessi nýju lög þess vegna sem að þeim er ætlað að reyna að búa til hvata og tryggja það að það sé fyrirsjáanleiki til þess að þetta líka að fjárfesta í nýjum tækjabúnaði, þróa nýja tækni, kaupa fullkomin búnað og skip til þess að passa upp á að laxinn þrífist vel. Og það er, laxeldisfyrirtækin hafa hagað því og staðreyndin er að langmestur partur af laxinni kemur í fyrsta flokki upp úr kvíunum og er vel tekið á matadiskum allt í kringum heiminn. Eru Hrokkjelsi mikið notuð fyrir vestan í laxeldinu? Já. Já, ég meina, það er náttúrulega þannig að öll vilt dýr drepast, sko. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig við erum úr hvað samhengi þú segir einhvern veginn að Hrokkjelsin drepast, en þau eru þarna í kvíunum á meðan á þessu stendur. Já, það er í samhengi að þeim þú eru sett hann út að vita að drepast öll og þessi tala sem þú nefndir lifun í kvíunum er víðsfærri því mjög gilur og þetta bara liggur fyrir í opinberum tölum og mælaborði fiskeldis inn á vefmast og þeir sem hlusta getur bara farið ánga sjálfur og skoða það. Staðreyndin er svo að árið 2023 var hrikalegt meðal hans út af þessu stóra lúsa vandamáli atburði haustið. Það sem gerir síðan 2024 er ennþá verra. Fleiri laxar sem drepast í kvíunum og hærra hlutfall. 2025 er ennþá verra heldur en 2024. Við erum að horfa upp á það að eldislotan er 2 ár, cirka. Það eru 2 vetur í sjó og megin hlutin af afföllunum yfirleitt í kringum vetrarmánuðina, vetrarsár og alls konar. Reyndar mikil afföll á sumrin hafa verið fyrir austan út af þörungablóma, sem ekki verið vandamál fyrir vestan, það sem lúsin er við. En af undanfarnum 2 árum hafa sérst kringum 40%, og nú er ég að tala um meðaltalið við landið, 40% af þeim eldislaxis fyrir kvíar lifir ekki af fram að sláturn og hlutfall er ennþá herra á Austurströndinni. Kaldvík sem er það stóra sjókvíaldisfyrirtækið, Matvælastofnun sektaði fyrirtæki í fyrra vegna brota á dýravelferðarlögum og beindi öðru mun stærra og alvarlegra máli til lögreglunar og það er ennþá þær í rannsókn. Og að hlusta á það hér, Gylfi, að þessi lög taki á þetta frumvarp, þessi drög, taki einhvern veginn á þessu, það er bara ránt. Og það er sorglegt að átta sig ekki á því að við sem erum að gagnrýna þessi drög, við erum að gera það vegna þess að við gagnrýndum frumvarpið frá 2019. Þú nefndir sem lögin sem nú gilda. Þú nefndir að þetta var lög sem væru meira á 2008. Það er ránt. Bæði burðarþolið
og áhættumatið verðablöndun koma fram mun síðar. Burðarþolsmatið kemur fyrst inn í lög 2014, áhættumatið inn í þessi er kynnt 2017 og verður innan lagarammans 2019. Viðreisnar fólki þitt, það sat á þingi 2019. Það greiddi ekki atkvæði gegn þeim lögum sem þið segir núna séu úrelt og þú eru endurbóta. Við sögum þessi lög eru vond. Það þarf að gera þetta betur, bæði til að huga að velferð dýranna og taka mengunni. Við erum að segja það aftur núna og við erum að segja það á góðum hug, við erum að hjálpa ykkur til að laga þetta. Og ég skil ekki þessa mótspyrnu við að hlusta núna, því þetta var vont frumvarp sem var stoppað 2024. Þessi drögur enn verri og þetta er ótrúlega skrítið að vera í þeirri stöðu að því hagsmunir okkar í hreyfingunni, það engi pinningulegar hagsmunir í okkar megin. Veiðirétthafar, þeir hafa vissulega hagsmuni, en það raunur þeirra hagsmunir hvíla á því sem við höfum áhuga á, að vildi laxinn verði varinn. Þannig að ég ætla bara að trúa því að þetta frumvarp verði tekið og gert til endurskoðunar og gert miklu betur. En hvað segir Gylfi við þessu? Ég meina, er þetta gott frumvarp? Sér þið enga annmarka á því? Já, það eru ýmsar svona breytingatillögur sem að við höfum sett fram að til dæmis held ég að það væri gagnlegt að efla menntun í heimabyggð í tengslu við þetta að Hafrannsóknastofnun sé með meira fótspor á Vestfjörðum í tengslu við rannsóknir og þróun og eftirlit með þessu. Þið viljið hafa eftirlitið heima? Já, og ég ætla fallið að það sé svona í námunda við það sem er í gangi en svo eru náttúrulega ýmis svona kannski pólitísk mál sem eru í þessu sem við kannski erum ekkert mikið að blanda okkur í eða ekki pólitík eða það eru ákveðið smithólf og ýmislegt annað sem má svo sem ræða en ég held að það sé ekki endilega undir linnum. En frá ykkar bæjartunum séð, þá væri ekkit athugavert við að samþykkja þetta frumvarp eins og það liggur fyrir eða eins og það var sett í samráð? Nei, í stórum dráttum ekki. Í stórum dráttum ekki. Mér langar aðeins að staldra við þetta sem þú sagðir áðan að það væri ríkti svona sátt í heimabyggð uppbyggingu þessar atvinnugreinar vegna þess að nú er til skoðanakönnun frá því í júní síðastliðið sumar sem að sýnir ef ég man rétt 65% aðspurðra eru annarkvort andvígir eða mjög andvígir eldi í sjókvíum og þegar er skoðuð dreifing svarana eftir kjördæmum þá verður ekki betur séð en að þessi andstæða sé líka fyrir vestan en verður þið ekkit varir við hana? Ertu að tala norðvesturkjördæmi? Já. Já, það eru náttúrulega fleiri í norðvesturkjördæmi heldur vestfirðingar. Jú. En nei, ég meina staðreyndin er svo að kjörnir fulltrúar í sveitarfélögunum allt í kringum Kjálkan eru fylgjandi laxeldi, hafa sínar skoðanir á einstökum atriðum, á einstökum atburðum og útfærslaatriðum í þessum lögum en stóra myndin er svona frekar skýr. Einmitt. Það hefur aðeins verið minnst á velferð eða dýravelferð í þessu samhengi og það væri kannski, mér langar til að heyra erfðafræðinginn svara í rauninni spurningunum það að því að það er stundum deilt það hvort að laxinn finni til og ef maður lendir í samræðum við veiðimenn sem til dæmis veið og sleppa að þá halda þeir því oft fram að laxinn mitt sé með öðruvísi taugakerfi heldur en önnur dýr og finni þar að leiðandi ekki til og verði ekki meint af þessari meðferð. Getur þú varpað einhverju ljós á þetta? Já, þegar ég var að læra mína líffræði fyrir allt og löngu síðan þá var þetta eiginlega normið sem sagt að fiskar væru það frumstað hryggdýr að þeir væru ekki með samskonar taugakerfi og skynjun og vitund og við en taugalífeyrissvæðin og atferlisvæðin hefur eiginlega verið að sýna okkur að þeir kannski er ekki með flóki tilfinningalíf en þeir eru með taugakerfi og þeir finna sársauka og bregðast við svona sársaukafulla áreiti og slíku. Ég
Ég er með eina bók heima sem að fjallar einmitt svona sársaukaskyn í fiskum. Ég hef ekki lesið hann í gegn, sko, en það sérst inntakið í henni er þetta, að fiskar finni til sársauka, já. En mætti ég kannski taka svona bolta, ég hef ekki lúslesið frumvarpið að sett mig inn í það með svona bæði pólitíst eða landskipulag eða svoleiðis, en svona sem líffræðingur eða vísindamaður þá svona finnst manni bara svona óþægilegt að vera að ræða mikið af þessum málum að því að okkur skortir dálítið af upplýsingum sem sagt, ég fekk spurning laxalúsina, við vitum í raun og veru svona freka lítið sko hvernig hún getur haft áhrif inn í íslensk vistkerfi. Norðmennirnir hafa stúdíur og skotar og aðrir, það sem að sjá sem sagt. Þannig að ef það mikill massi í einhverjum firði, þá eru villtir stofnar, hvort sem að séu urriði, bleikja eða lax í nágrenninu, þeir eru útsettir og geta orðið dálítið illa úti af laxalúsinni. En okkur vantar svona upplýsingar hérlendis og okkur vantar líka sem sagt, bara meiri sem sagt, upplýsingar erfðasamsetningu íslenska laxins, en að það eru konar eins og minnst vera á svona einhverjar fyrstu niðurstöður sem að sýna okkur merki erfðablöndunar. En miðað við það sem að Norðmennirnir hafa og aðrir á Bretlandseyjum, þá vantar okkur bara mjög mikið af svona grunnupplýsingum og einhverju svona kannski svona systemi til þess að stúdera þetta og vakta þetta og ég sé raun og veru ekkert að því að byggja upp kerfi svona segjum Hafró eða aðrar stofnanir með útstöðvar á Austfjörðum og Vestfjörðum sem að geta verið með þá sérfræðingar sem eru í sínatöku og svona að gera þessa kerfisbundnu vaktanir sem að þarf til þess að geta svona tekið púlsinn yfir tíma eiginlega. Og þá fáum við líka bara upplýsingar og getum séð hvort að séu fara að hringja viðvörunarbjöllum sambærilega yfir þær sem að hringdu í Noregi fyrir 15 árum eða 20 árum. En getur þú sagt okkur einhvað áhrif annarar mengunar frá laxeldinu á lífríkið? Það er að segja aðrar en laxalúsina sem að leggst á aðra laxfiska og þess áttar. Já, ég komin aðeins út fyrir mitt svona sérsvið þar sko, en það er náttúrulega bara svona eiturefna vistfræði, náttúrulega ef við erum að tala lyf eða önnur efni sem eru notuð í iðnaðinum, en það er náttúrulega öllum okkar iðnaði fylgi einhver efni, hvort sem að sé álver eða fiskveiðar eða fiskeldi, en síðan náttúrulega þetta yfirmagna lífrænu efni sem er sett inn í firðina sem að getur eðlilega lengt til einhvers konar þurðar og slíks. Eða ofaukunar, en sko áhrifin á botnin hafa verið sára lítil og það er náttúrulega komin ágætis reynsla á þetta og þetta er vaktað með þokkalega reglubundnum hætti. Áhrifin á firðina og svo eru svæðin hvíld á milli og svona. Hvað eru þau hvíld á margra ára fresti? Ég held að þið taka eina lotu og hvíla í ár. Þeir hafa verið að berast fyrir að stytta tímanir í 3 mánuði og við eigum þessar, sko, bæði þessar tölur frá Noregi sem sýna sannarlega ekki að botnmengunin sé hættulaus, hún er mikil og við höfum séð að sérfræðinga Hafró beinlínis ræða það að því að uppeldisstöðvar þorsksins eru hér inn í fjörðum en í Noregi þessu djúpir norska firðirnir og stórir þeir eru nær ströndinni þar. Og hér meðal annars Sigurður Guðjónsson fyrrverandi forstjóri Hafró bent á það að við verðum að fara varlega vegna þess að hér er verið að setja sjókvíaeldið inn í firðina þar sem uppeldisstöðvar þessara mikilvægu stofna okkar, nytjastofna okkar eru. Aðrir vísindamenn Hafró hafa bent á að mengunin geti haft vond áhrif á kalkþörungabreiðurnar sem eru nákvæmlega sem þorskseiðin eða sínu fyrstu lífstímabili og svo það sem hefur gerst líka í að það er ekki bara laxalús sem verður í miklu magni í sjókvíunum, þetta er líka fiskilús og ólíkt á laxalúsinni þá hefur fiskilúsin hún hefur ekki hennar smekkur er miklu fjölbreyttari, hún leggst ekki bara á eina gerð af fiskum, hún sérst leggst á laxfiska en líka á aðra fiska og þar hef ég séð umræðu núna að vísindamenn hafa nokkrar áhyggjur af því að fiskilúsin, þessi ofboðslega margföldun sem verður í lífríkinu út af sjókvíaeldinu, þetta er mjög ónáttúrulegar aðstæður, þetta getur beinlínis ógnað ungviði hinna nytjategundana. Samandregið þá erum við að gera einhverjar tilraunir alveg ofboðslegum skala á þess að vita
hvaða áhrif hversu skaðleg áhrifin verða. Við vitum þau eru skaðleg, en það er verið að gera það hérna bara með bundi fyrir bæði augun. Já, sko, ég myndi náttúrulega ekki segja, við finnst það ekki vera sanngjörn lýsing á þessu, vegna þess að það er talsvert mikil vöktun á öllum þessum þáttum. Og þetta er alveg rétt það sem henni er að segja, að ef að óvarlega er farið, að þá geti þetta farið illa. Og það er þess vegna sem að það eru þessar áhættumat erfðablöndunar og burðarþol, sem er reiknað af sérfræðingum, sem að hafa til þess fjármuni sem borgaðir af fiskeldissjóði eða umhverfissjóði fiskeldi sem þó þannig að það er armslengd á milli, það er ekki þannig að laxeldisfyrirtæki stýri því hvað gert er. En það er fjármagna það og það er þess vegna sem að burðarþol hefur verið skilgreint fyrir þessa firði til þess að finna þetta jafnvægi. Og þetta jafnvægi er verið líka að reyna að finna í öllu öðru. Við ákveðum að stundum allir við að fórna fallegum fjallshlíðum af því að við ætlum að leggja þar veg eða við ætlum að vera með landbúnað hér eða við ætlum að vera með borg þar eða hvað nú er sem að við manneskjan gerum. Og þetta jafnvægi hefur verið falið færustu sérfræðingum hjá Hafrannsóknastofnun og það er verið að tryggja það enn frekar í þessum nýju lögum og þannig að ég meina við erum alveg sammála þetta, það verður að fara varlega og þetta er mælt af vísindamönnum og þetta er niðurstaða. En þegar þú horfir á Ísafjarðardjúp sem að í sögulegu samhengi hefur fóðrað þá sem að þar búa var kallað gullkistan heldur betur í gamla daga og ég minnstu kostum alveg vel þá tíð sem að þegar að rækjuveiðar í djúpinu voru blómlegur atvinnuvegur. Hefurðu áhyggjur af þessu að það sé verið að stunda þarna tilraunastarfsemi í viðkvæmu lífríki eða treystiru alfarið á ég treysti þessum sérfræðingum frá Hafrannsóknastofnun til þess að meta þetta. Við höfum náttúrulega líka það sem við höfum gert er að það er búið að loka svona stórum hluta af strandlenginu á Íslandi fyrir sjókvíaldi. Það er ekki leyft í Breiðafirði, það er ekki leyft í Faxaflóa og það er ekki leyft við alla Suðurströndina og það er ekki leyft í Húnaflóa og víðar. Þannig að það er búið að taka þá umræðu líka, það er búið að friða svona stóran hluta af landinu fyrir þessu til þess að mæta þessum sjónarmiðum sem hann er að bera hér á borð og ég held að og það er alveg samhljómur það er spurningi bara hversu mikið hversu mikið er svona innan réttra marka. En þegar þú horfir til framtíðar og ég hef ekki ágjörð þessu en lífríki er náttúrulega flóki og það er náttúrulega rækjuvegin hrundi áður en að laxeldi kom til og það hafa orðið í fyrstu og annarri kynslóð laxeldis urðu slys í hafbeit, það er að verða að auðga ár með seiðum úr öðrum ám verða að blanda saman það var verið að 40 ár síðan hættu því sem betur akkurat vegna þess að þetta er ekki gott Akkurat og svo kemur hnúðulaxinn inn þannig að það eru svo eru víða Jón Helgi Björnsson talar virkjanir sem hafi haft slæm áhrif á laxveiðiár og ég get skilið það. En þegar þú hugsaðu þetta og horfir til framtíðar og við sjáum allt í kringum okkur í lífríkinu og náttúrunni áhrif sem að stafa trúlega af hlýnandi loftslagi, gerir það ekki þessa stöðu eins og í þessari atvinnugrein ennþá viðkvæmari heldur en... Já, það gerir þá stöðu viðkvæmari að við verðum að passa okkur að fara ekki í rányrkju. Við verðum að passa okkur að fara ekki í rányrkju í loðnunni, í þorskinum, í rækjuveiði, í móttöku á skemmtiferðaskipum, í eldi á laxi, í veiðum á villtum laxi í ánum og svo framvegis og veiðum á hreindurum á Austfjarðahálendinu. Og er verið að finna jafnvægi milli þess að búa til í núna 20 milljarða af útflutningsverðmæti sem að Íslendingar njóta allir í gegnum skatttekjur sem að Vestfirðingar njóta með hækkandi fasteignaverði og góðum launum og lækkandi launum reyndar í sjókvíaeldinu. En þegar þú lítur til framtíðar er þetta eldi í sjókvíum þá tímabundið ástand? Mun þessi atvinnugrein alfarið fara upp á fastalandið?
Já, sko, það framtíðin? Það ein framtíð sem að mögulega geti komið, önnur framtíð væri lokaða kvíar, önnur framtíð væru sjókvíar með þessu sniði en með bættri tækni og hún heldur áfram að batna og sérstaklega getur hún haldið áfram að batna ef það er fyrirsjáanleiki í greininni, fyrirsjáanleiki það verður hægt að halda lífvænlegri atvinnugrein í gangi, þannig að sé hægt að leggja pening í þróun og fjárfestingar og svo framvegis. Verðum við ekki að minnast á þetta sem var í fréttum núna helgina að það EFTA vildi gera einhverja frumkvæðisrannsókn á því hvort að hefði verið rétt staðið að úthlutun eldisleyfa, það ekki svo? Jú, ég skal grípa að boltana því það tengist bæði burðarhólsmaturnu sem Gylfi hefur nefnt hérna nokkur sinnum, en fyrst langum aðeins að tala þessi meintu útflutningsverðmæti. Ég hef reynt að spyrja þá sem tala með þessum hætti, hver er verðmæta sköpun á Íslandi? Allir sem að koma nálægt rekstri vita að það er ekki nóg að sína veltutölu og útflutningsverðmæti eru í þessu tilviki eru bara hita eininga snauð froða. Því ekkert þessu fyrirtækjum utan eitt hefur greitt tekjuskatt á Íslandi. Það fyrir ekki að lága upphæð. Arctic Fish hefur verið til á 2011, 15 ár, aldrei greitt tekjuskatt. Arnarlax með rætur til 2007, hefur einu sinni greitt tekjuskatt eða tvisvar fyrir ekki að lága upphæð. Og allir sem vita að það er hægt að sína gríðarlega veltu, en ef það kostar óbáslega mikið að skapa þessa veltu, og það verður ekki til raunveruleg verðmæti. Fóður er allt innflutt til landsins. Allur búnaður er meira að minna, eitthvað hlut er smíðaði hér, en ráðgjöf, stjórnendur, vinnuaflið, stóruleiti innflutt og þannig að við erum, verðmætasköpunin sýnir okkur eiginlega best gegnum skattkerfið, að ár eftir ár þá er þessi fyrirtæki í rekin með tapi og skiljaðurinn eru ekki mikið meir eftir sig heldur en útsvar í heimabyggðinni og í einhverjum tilvegum ef starfsmennir koma ekki ennur starfsmannlegur og eru styttri tíma en 6 mánuði þá er ekki einu svona skattskylda hér. Þannig að þetta er gamaldags svona hagvaxtar hugmynd að vera í svona rekstri. Það sem menn veltir hvar verða verðmætin til og ekki bara þetta, heldur að þessi fyrirtæki að sveitarfélögin að kosta til gríðarleg fjármunum að byggja upp hafnir og það hefur verið málaferli milli sveitarfélagana og þessar fyrirtækja vegna þess að þau hafa ekki viljað borga hafnagjöld og fyrirtækin unnu þann slag og það var sett á okkur eldisgjald sem var svo illa og garði gert að ég held að sumir þeirra er ekki einu svona að borga eldisgjaldið. Gylfi ætti að þekkja það í hvernig vegir hafa verið molaði niður á vestan, þungaflutningum og það var umdæmisstjóri vegagerðarinnar á Norðvesturlandi sagði að meira meina allt viðhaldsfé fjórðungsins hefði farið í að gera við lítinn vegastubb sem tengir minnum mig Bíldudal og Patreksfjörð vegna þess að þar voru mest álagið og þetta tegis alveg þetta eru fleiri miljardar. Þetta þarf alltaf að reikna inn í hversu skynsamlega þetta er. Núna er ég ekki samt búin að nefna það sem niðurgreiðslan er sótt af þessum iðnaði til náttúrunnar og lífríkisins. Því þangað sendir sjókvíaeldið reikningin fyrir mengunni í fjörðunum og fyrir erfðablöndunni í ánum. Þetta er bara, þetta er svona, ég skil mér þetta svona eitthvað svona 5 ára áætlunarbúskapur alltaf veri í þessu sjókvíaeldi og ekki góð byggðastefna. Það er nú gott að kapitalistanir munu nú ekki vera sammála því, en grunnurinn er þetta, að þetta hafi verið fyrirtæki sem hafi verið í miklum fjárfestingum og HFL var til dæmis að opna seiðaeldisstöð á Nauteyri inn í Ísafjarðardjúpi og það hafi verið fjárfestingar í kvíabúnaði, í bátum og seiðaeldisstöðum. Þannig að það á meðan að vöxturinn hefur verið þessi, að þá er ekki skrítið að tekjuskatturinn sé lítill. Staðreyndin eins og er sú að þegar að uppbyggingarfasanum líkur smá saman eftir því sem að slátrar upp úr kvíunum og
og það kemst stöðuleiki á þetta eftir þennan, talsverða vöxt, að þá verða skatttekjurnar talsvert miklar. Til viðbótar við launaskattana alla sem eru inni og almenna skatta af breiðum skattstofnum er svo að sjálfsögðu fiskgeldisgjaldi og umhverfisgjaldi, og fiskgeldisgjaldi hefur verið sérstaklega notað inn í gegnum fiskgeldissjóð til þess að fjármagna innviða uppbyggingu í heimabyggð og hefur verið notað til þess að borga til dæmis niður grunnskólabyggingun á Bíldudal og ýmiss konar fráveitumál sem hafa verið til þess að bæta umhverfisástandið í fjörðunum af mannavöldum. Og ýmislegt annað, þetta eru mörg 100 milljónir sem að fara í þetta og þannig að skattsporið er mikið og það mun halda áfram að vaksa. Fyrirtækin töpuðu 10 milljörðum í fyrra, sko. Þannig að það er ekki sjónmáli að þessu að fara að borga tekjuskatt. Rekstrartap 3 stóru. Já, akkurat, en tekjurnar að þessu og framleiðslan sem er núna og fyrirsjáanleg er mjög mikil, þannig að Arctic Fish borgaði 700 kall með einhverjum einasta eldislags sem var slátraði í fyrra, 7 kílóa lags, borgaði Arctic Fish 700 krónur. Þeir töpu 4,2 miljónum á dag, hvern einasta dag í fyrra. Það er eins og mjög áhugaverð tækifæri sem að gerast þegar laxeldisfyrirtækin verða stærri og þegar laxeldi sérstaklega líka á landi bætist við, að þá verður til svona efnahagslegu grundvöldu líka til þess að færa þá fóðurframleiðsluna heim til Íslands. Og þið sjáu fyrir ykkur er það ekki að auka framleiðsluna fyrir vestan næstu 10 árum? Já, og við teljum að það sé hægt að gera það án þess að ganga á náttúruna. Hörðu að þú spurðir, Páll, þetta mat, þess að frumkvæðis athugun eftirstofnunar EFTA. Loka þættinum á því? Já, þá beinist hún að leyfisveitingum til sjókvíaldis á undanförnum áratugum og það er bara rík ástæða til og við höfum annars bent ítrekka á það í okkar athugasendum að burðarþolið sem Gylfi hefur nefnt hér svo oft og hljómar eins og það sé eitthvað sem hafi verið kokkað upp að undirlagi vísindamanna, það var það ekki. Það var sett inn í raun og veru inn í fiskeldislögin í kringu 2013-14 þá útgáfu af stjórnmálalífunu og þau voru sett inn beinlinis til að búa til gloppu fyrir þau framhjá lögum varnir gegn mengun hafs og stranda. Þannig að þessi fyrirtæki með burðarþolinu þá gilda þau almennu lög ekki um þau. Þau gildum allan annan atvinnurekstur á sjó og landi en ekki um þau. Hér voru líka sett lög stjórn vatnamála sem voru byggð og innleidd á nokkrum árum sem eru byggð á vatnatilkjun Evrópusambandsins. Og þar komið að kjarnamálsins í þessari frumkvæðisathugun. Þar ber að meta það sem kallast vatnsflót, hvort sem grunnvatn, stöðuvatn, rennandi vatnsfall eða strandsjór, meta áður en leyfi er gefið út. Og vatnsflóti má ekki spilla. Það bara liggur fyrir, það má ekki spilla því. Það sem burðarþolsmatið var hins vegar einhvers konar reynt og hefur, núna það bara komið á skuldadögunum, segjum við í baráttunni mín megin, þannig bara búið að komið að kjarnamáls í burðarþolinu, þessi hjáleið sem er eins stíf sérhagsmuna gæsla og hugsast getur sér sko, þegar hann er búin til hjáleið framhjá landslögum fyrir 4 fyrirtæki, er núna ennþá, hún er bara okkar með ólög og við bentum atvinnuvegaráðherra á þetta við gert það í umsögnum, álitum, ég persónulega á fundi í desember og þar kom niðurstaða frá EFTA-dómstólnum í miðjan desember nákvæða fyrirspurnar héraðsdómi hvort að þessi lög giltu með ákveðnum hætti hér og það var bara afgerandi svar, já. Ég sendi þetta á ráðherra og sagði þið verðið að taka til þessa í þessum drögum. Það var ekkert hlustað á mig, lögin kom út og með burðarþolinu ennþá inni og núna eru, að mínum mati, íslensk stjórnvöld komin í ofboðslega erfiða stöðu með allan einað og ég skil ekki af hverju Viðreisn sem komin til valda hér, annars vegar vegna þess
að berast fyrir sínum baráttumáli að Ísland gangir Evrópusambandið, vilja ekki fara eftir þeim lögum sem við höfum innleitt hér frá Evrópusambandinu, frábærum náttúruverndarlögum sem voru sett að gefnu tilefni annars vegar, og hins vegar hverfa frá þessu fúski sem hefur verið í þessu málaflokki í óra tíma, og meðan þessi endurskoðandi birti gríðalega harðara skýrslu 2023. Ég hefði haldið og hélt að þessi ríkisstjórn ætlaði að hverfa af þessari braut. Það reyndist við algjör misskilning. En ástæðan fyrir að þessi lögur náttúrulega sett eru að hluta til þess að taka að koma til móts við þær athugasemdir sem að komi fram í stjórnsýslu úttekt Ríkisendurskoðunar. Þar sem að hlutverkin voru óskýrt og þeim var dreift á of marga aðila. Þannig að það er verið að það er stór hluti af lagabálkjum núna snýst það að reynsa þetta upp. En þessi frumkvæðisathugun sem hann minnist á, ég sá einhvern lögfræðing í Morgunblaðinu segja að hún gæti þýtt það að allar leyfisveitingar í þessari atvinnugrein væri í einhvers konar uppnámi eða limbói. Já, ég hef ekki séð þessar fréttir, en þannig að ég get ekki tjá mig þær. Ég er mjög spenntur að sjá svör íslenska stjórnvalda, því þetta er ólíkt margri umhverfis löggjöf sem dálítið getur svona reiki svart, svona er ekki alveg svarthvít, gráa svæði. Það eru þessi lögum stjórn vatnamála ansi afkerrandi. Það má ekki spilla vatnsfloti nema ríkir almannahagsmunir séu þar að baki. Og störf í sjókvíaldi á Íslandi er samkvæmt ársskýrslum þessar fyrirtækja sjálfa 0,2% af íslensku atvinnulífi. Og allir sérfræðingar sem spáðu mér einnað, þeir segja að dagar sjókvía séu verið taldir. Það þurfa að loka þeim, hætta þessu innan einhvers tíma. Og ég vil líka ágjöra... Já, líka normin ekki sammála þessu Þeir vilja bara fara upp í 5 milljónir tonna og telja að það sé... Þeir bóðu það fyrir 10 ára gilvi, en þeir eru ennþá í 1,5 Það er ástöð. Og 5 milljónir tonnin eru, ef þú skoðar það tölu, þá skýrslu þekkja mjög vel, þá var stór hluta þeirri tölu í lokuðum kvíum með mitt, Já, en ég held að þetta sé... Þeir ætla ekki að fara í 5 milljónir opnum kvíum, planið er að fara í 5 milljónir með því að nota lokaða kvíur. En ég átta mig á því að það eru andstæði sjónarmið hér við borðið. Vill líffræðingurinn, erfðafræðingurinn bæti einhverju við þetta? Ég vil ekki tjá mig það. Eftir umsögn, nei takk. Nei. Mér hefur þótt þetta skemmtileg umræða við grænan borðið í dag. Við skulum ljúka þættinum á þessum augljóslega djúpstæðið ágreiningi. Og ég vil þakka Arnari og Jóni Kaldal og Gylfa fyrir samtalið, og við áhorfendur samstöðuna vil ég segja það er ásetningur okkar að hafa þennan þátt á dagskrá einu sinni í viku fram á vor. Takk fyrir. Takk fyrir okkur. Takk.